Veldu Kjarnafæði. Komið sæl og gleðilegan þjóðhátíðardag. Hann reyndist nú vera nokkuð þungbúinn svona víða skvar á landinu og það rigndi einnig víða land og sérstaklega á Norðurlandi og hér á suðvesturhorninu. En suðaustanlands gerði reyndar sólarglenni í þetta öðru hvoru og hitatölur voru að mælast hæstar á suðaustur og austurlandi þess að fóru í tæp 16 stig. En við erum með svona lægðadrag yfir landinu klukkan 18 í dag og þetta er búið að vera nokkuð svona þrálátt og svo sem engar stóra breytingar í þessu til morgun sem við sjáum hér. Þetta verður svona nokkuð svipuð staða hjá okkur á morgun. En þegar svona lítum víðar út í heim og til Evrópu og sjáum að það er að byggja sig upp hæði yfir Bretlandseyjum og víða í Evrópu er mjög svo sólríkt og heitt þessa dagana. Og hitasviðinu þá sjáum við að þetta er nú svona bara nokkuð mildur loftmassi yfir hérna. Við fáum svona tungur inn af eilítið kaldara lofti í þessari vestanátt þó sérstaklega hér inn á vestanvert landið og svo er svona næsta lagið sem kemur inn í myndina. Hún er að koma með kaldan hvirfil hér inn á Grænlandshaf sem að mun svona hafa áhrif á stöðuna hjá okkur undir vikulok. Og sjáum að hér klukkan 19 það var úrkoma nokkuð víða land en sjáum þessar léttir kaflar í þessu á suðausturlandi og heilt yfir vestlæg átt í þessu en svona norðan við dragið er óttinn austlægari og á morgun ætlar að verða svona svipa viður áfram. Það er helst að það rigni hér á suðausturlandi en einnig sjáum við úrkomuflekki í öðrum landslutum og sérstaklega þá svona þegar líður á daginn í norðausturhorninu þá geta myndast skúraklakkar á þeim slóðum. Hitatölur svona almennt séð á morgun þetta í kringum 10 stigin en við fáum vantilega 16-17 stig á norðausturhorninu þegar best lætur á morgun. Og síðan svona dregur aðeins úr úrkomunni þegar líður á morgundaginn og komum hér inn á fimmtudaginn og þá nálgast næsta lægð og skil þeirra lægðar landið. Við sjáum hér klukkan 14 og það er svo sem ekki mikil úrkomu í þessu, rétt grillir í skilin hér vestur af landi og klukkan 14 á fimmtudag verður staðan á þessa leið hitatölur svona víðast hvar yfir 10 stigum nema þar sem að vindur stendur á hafi þá ræður náttúrulega hita eftir sjávardálli lofthitann. En svona skýjað að mestu leyti þó fáum við svona sól og köflum á Norðurlandi. Og skilin koma síðan svona eilítið meira inn á landi þegar líður á fimmtudaginn. Ekki mikil úrkomu í þessu, þetta er mjög svo slitrótt og tætt skil en þó að sjá eins og spáni núna að það geti rignt allan að dável á köflum hér á suðvesturhorninu á fimmtudagskvöld. Á föstudaginn hins vegar þá ætlar vindátt að hafa snúist, lægðin er þá komin hér norður af landi og eins og spáin núna þá er hún að gefa til kynna að verði vestlægátt og úrkoma víða norðan og vestan til á landinu en það er svona aðeins en óvissa varðandi þessa stöðu, hvort þá verði jafnvel heldur betri og minni úrkoma í þessu. En svo loftþrýstingur fer hækkandi á föstudag og laugardag verður heilt yfir ágætis veður, það verður vestlæg átt og getur gerst stöku skúrir þá sérstaklega á norðvesturhorninu en bjart veður á mestu leyti austan til á landinu og ekki ólíklegt að við fáum hita þar upp á 15 til 20 stig. En förum þá yfir til Evrópu, við sjáum að það eru skúraleiðingar víða í Skandinavíu og til að mynda er hætt við þrumuveðri í Helsinki á morgun. Hitatölur almennt séð kringu 20 stigin þar en þegar við skríðum hér til suðurs þá förum við að sjá að hitatölur eru mikið til í kringum 30 stigin og það sem meira er að þegar við förum síðan hér til vesturs til Spánar og þá eru hitatölur til að mynda í nærri 40 stigum bæði í Madrid og í Sevilla á morgun. Á Kanaríeyjum er svona nokkuð hefðbundinn dagur í vændum á morgun, svona hiti frá 25 og jafnvel upp í 30 stig og enga úrkomu að sjá í þessu og við endum síðan hér í Norður-Ameríku þar sem er mikið svona óstöðuleiki í austurhluta Bandaríkjanna og miklu skúraklakkar og þrumuveður þar á ferð. Við skulum segja þetta gott að vera í dag. Verið sæl.